þú varst beitt, þau eru öll fynd og það langt síðan það gerðist. Já. Og það útilokað að, manninu sem að braut á þér verði refsað. Hver finnst þið þá að vera tilgangur með að ræða svona gamalt mál eins og við erum að gera hér í fjölmiðlum? Kannski bæði til að börnin mín og afkomendur viti hvað gerist fyrir mig, en kannski fyrst og fremst fyrir önnur börn framtíðar, þannig að öll börn sem lendi í svona geti farið og sagt frá og leitað réttar síns án þess að þetta sé eitthvað tabú, eitthvað erfitt að tala það, þannig að þjóðfélagið sé opið, það sé sjálfsagt að koma fram og segja hlutina, en reyndar líka að leið gífurlegur fælingamáttur í því gagnvart gerendum sem eru að hugsa svona, þeir kannski síður gera það sem þeir hugsa ef þeir vita að barnið getur kært á það sem eftir er. Það held ég að sé mjög mikið að það svo mikið vernd í þeim lögum fyrir börnum. Finnst þér þú hafa fundið frið? Já, frá því að bókin kom út þá get ég sagt það að ég hef verið alveg bara sallaróleg. Ég var voða hrædd þegar hún kom út. Ég hélt að allt myndi springa í loft upp í fjölskyldunum minn en það gerðist ekki neitt. Það var bara þögn. En ég fekk frelsi og ég komst í gegnum hennar ótta eða þessa hræðslu að ef ég segi eitthvað þá finnst öllum ég vera eitthvað skítug eða eitthvað annað flokks. Aftur á móti þá kom ég út svona ég hef ekkert að fela lengur, þú veist, bara get opnað allt og bara labbað bæinn og sagt bara já, þetta ég get, þú veist, þetta gerðist fyrir mig og hvað. Þú segist það hafi verið beðin fyrirgefningar á sinn tíma, en ertu búin að fyrirgefa? Ég get náttúrulega aldrei fyrirgefa honum, bara ekkert í mínu færi. Ég vil reyndar feysa hann svona eitthvað tíma kannski og hann þyrfti að standa fyrir máli sínu, en hann mun aldrei gera það. Hann skilur sér alltaf á bak við mömmu. En mömmu hef ég fyrirgefið að vissu leyti að því ég sé hana sem svo veikt fórnarlamb. Og hún hefur aldrei fengið neins konar hjálp, aldrei talað með neinn nema hann. Þannig að hún í algjöru einangrun. Og ef að mér hefur ekkert að líta, sko, ég veit að, ok, hún þögull vitorðsmaður og hefði átt að stoppa þetta og henda honum út kannski og styðja okkur þegar að við þurftum á hana að halda. Þannig að hún brást mér mjög mikið. En ég á alltaf þessa litlu von inn í mér. Bara hún færi inn í stigamót, tala við þessar konur og fengi smá hjálp. Því hún svo æðisleg kona. Þú veist, hún svo, þú veist, hún rosalega góð kona en ekki með þetta. Takk fyrir að koma til okkar. Takk.